Á morgun, 2. desember, klukkan 8. Annað kvöld verða jólatónleikar með borgardætrum í listasafni Árnesinga í Hveragerði og Ellen Kristjáns, hún á línunni, ég er búin að ná í hana. Komdu sæl. Sæll og blessaður. Hvað segir þú í dag? Allt gott bara. Er það ekki? Jú, fyrir utan, já, bara eðlilegur vetur hérna fyrir utan hjá mér. Já, gengur á með einhverjum jéljum þarna. Já, ekkert svo slæmt. Ég er upp í Árbæ, í Þykkvabænum, það er ekkert svo... Já. Þannig og jólalegt. Já, er það ekki bara? Jú. Ég var við erum hérna á Selfossi og ég var að líta út á þann og það er nú bara... Ég sagði nú svona í gríni, ég geti nú vel staðið úti með flugustöngina mína en það er nú ekkert alveg brjálað, sko. Nei, en ég held að þetta sé samt svolítið gott að fólk er að fara eftir og vera heima að því svo bílarnir sé ekki fæstast út allt. Já. Ég held að það sé svona aðal vesinni. Þetta er bara gott fyrir alla, held ég, og svo lengi sem að enginn verður þeirra illa út úr þessu. Nákvæmlega, alveg rétt. En tónleikarnir annað kvöld í Hveragerði, það eru borgardætur. Hvað eru nú borgardætur búin að vera starfandi lengi? Ha? Já, það er nú skal ég segja ansi langu tími. Já. 22 ára. Já, það er ekkert annað. Já. Og bara eins og hafi gerst í gær? Eins og hafi gerst í gær á Hótel Borg. Já. Sem að það var fyrst í 93, já. Var þetta ákveðið að setja saman þetta tríó sem eitthvað svona old fashion dæmi, eða hvernig? Já, það var Andrea kom minni mig og Berglind komið með þessa hugmynd til mín og við ákveðum að taka Andrew Sisters. Já, fara bara alla leið með það sem við gerðum og bara í búningum og stórhljómsveit og brassi og öllu. Fellega flottar. Undirstjórn eða svona takk. Já. Og þetta átti bara að vera eini tónleikar. Akkurat. En sérst ekki hægt síðan. Og þetta hefnaðist svona líka ofsalega vel, þetta vakti mikla lukku. Já, þetta er svona eitthvað erfiðast að því gert, svona raddarlega séð, sko. Já. Mikla æfingar og mikla raddir en alveg rosa skemmtilegt að vinna með þessum 2 bestu vinkonum mínum. Já. Það er alveg yndislegt. Og þið eru þetta bara fagmenn? Já. Það er bara þannig? Já, það er bara þannig. Þetta er bara okkar starf. Þetta er mjög gaman að hlusta á okkur syngja eins og segir. Það eru gríðarlega mikla raddir í ykkar söngum? Já, það er það, sko. Og við erum allar mjög ólíkar, þannig að þetta er svona... Já. Fellir, já. Þið passið vel saman? Hæ? Þið passið vel saman? Já, við gerum það. Eru þetta einu tónleikarnir núna í desember síðan haldið eða? Nei, það er nú ekki. Við byrjum á morgun hjá ykkur og hlakka mikið til. Ég var með Kristján bróður fyrir. Já. Það var rosalega skemmtilegt. Svo verðum við í salnum á mánudaginn næsta og svo erum við á Róseberg 9., 10. og 11. held ég og svo 14., 15., 15, 16, 17. Já. Það er 8., 9., 10. og 15., 16, 17. Hljómsveitarstjórinn birtist allt í einu. Já, við verðum að leiðrétta þig. Já, maður leiðrétta mig. Ég er alveg, sko. Ég er líka nefnilega með Kristján bróður út allt, þannig að... Það er sem sagt nóg að gera hjá þig núna í desember, að syngja. Já, það er skemmtilegt. Já. Það er mikið að vera og maðurinn minn með Eyþór er í borgardæturum og hann er með bakkalút líka, þannig að... Já. Þetta er svona, það er mikið fjör. Þannig að það er skemmtilegt tónlistar líf á heimilinu. Já, það er fyrir utan heimili. Já. Hvernig er aðvendan hjá þér, Ellen? Ertu jólabarn? Já, ég er alveg, eins og daginn í dag, ég er með 3 barnabörn. Já. Þau fengu að vera heima út af veðrinu, sko. Og við erum að fara að skreyta piparkökur og já, ég er mikið jólabarn. Ég er bara líka búin að undirbúa að það er svo mikið að gera hjá mig í desember. Já. Það er búin að undirbúa nokkuð vel í nóvember. Þannig að þú byrjar bara snemma? Ég byrja bara snemma. Við byrjum að æfa líka í nóvember, sko. Þannig að þetta fer vel saman. Ertu þá kannski komin í jólastuð bara í október eða? Já, kannski. Ég get svarað. Ég var bjóð í París og kom einmitt heim í október. Það var nú, þegar hún byrjaði aðeins að jólast þar í byrjun október, já. Já.
Þetta skemmtilegt. Já, það hérna, ég bara svo lengi sem maður missir sig ekki yfir vitleysu. Já. Horfður ekki upp á fólk verið að missa sig ykkur kaupæði. Já, algjörlega. Og svo lengi sem maður finnur jólabarni í sjálfum sér að þá maður í góðu lagi. Já, snýst eiginlega bara kærleik og frið og bara vera saman. Já. Og njóta hvers annars og vera góður við þá sem þau vilja halda. Já, þú veist hvað ég við. Já, algjörlega. Verið minni máttar. En tónleikarnir annað kvöld í listasafni Árnesinga klukkan 20, það eru borgardætur og þið ætlir náttúrulega að taka þarna, eins og segir í auglýsingunni, vera með gamanmál, meira að segja. Við, ætlar ekki að koma? Jú, að sjálfsögðu. Já, þær eru rosalega, ekki ég, en þær eru svo fyndnar, þær eru að fara alveg á kostin. Já. Ég er alltaf að pissa okkur einast ári, það er ættilega að vera svona stand-up. Já, það er alltaf með nýja brandara. Það er alltaf með nýja brandara og jafnvel sömu. Já. Það er alltaf að fyndi. Nákvæmlega. Og þið ætla að taka þarna náttúrulega jólalögin sem að þið hafa verið að gefa út síðustu misseri. Já, við eigum sem steina jólaplötu og við tekum hana í alla og svo gáum við nýja plötu í fyrra með 6 lögum sem er bara svona sem að við erum bara með á tónleikum. Já. Og tónleikaplötu. Já, við tókum hann upp og erum bara að selja hann á tónleikum. Það er jóladiskur lítill, Ok. Þannig að við verðum með hann með okkur. Það er glæsilegt. Mér lakar til að... Heldur þetta morgun? Hvað sér þau? Heldur það verði ekki fínt veður á morgun? Jú, spóðu fínu veður á morgun. Já, einmitt. Þannig að það er allt í góðu með morgundaginn. Ég er bara spenntur að koma og sjá ykkur og við hvetjum alla til þess að mæta klukkan 8 annað kvöld. Ok, þakka kærlega fyrir. Takk fyrir þetta. Þakka til. Takk. Bless.